Ferðamálastjóri vill að hluta Reynisfjöru verði lokað þegar aðstæður eru hættulegar. Taka þurfi stærri skref en minni. 9 ára þýsk stúlka drukknaði í sjónum við fjöruna í gær. Ísrael ætti að hernema alla Gazaströndina og lýsa þær yfir fullveldi, sagði varnarmálaráðherra Ísraels í dag. Leitið er á yfirlýsingu ráðherrans sem svar við áformum Evrópuríkja að viðurkenna sjálfstæði Palestínu. Honum lá svolítið á að koma í heiminn, drengnum sem fæddist í Hvalfjarðargöngunum á dögunum. Foreldrarnir eru vissir að hann sé fyrsta íslenska barnið sem fæðist undir sjávarmáli. Hátíðarhöld verslunarmannahelgarinnar hafa mestu farið vel fram. Veðrið lék við hátíðargesti norðan og austanlands í dag og í Vestmannaeyjum var gleðin við völd. Það á bara að njóta þess að vera í brekkunni, bara syngja mig fyrir einasta lagi og bara njóta þess að vera í Eyjum. Þetta er bara besta sem ég hef upplifað, sko. Gott kvöld. Ferðamálastjóri telur rétt að loka aðgengi að Reynisfjöru þegar veðuraðstæður eru slæmar. 9 ára þýsk stúlka drukknaði í sjónum við fjöruna í gær. Landeigendur eru harmislegnir. Eins og við sjáum er ölduhæð hér mikil. Hér er fjöldi fólks og viðvörunarljós blikka. Þrátt fyrir það höfum við séð fjölda fólks leika sér að sjónum í flæðarmálinu. Banaslysið í gær var á bakvið klettinn hér og var 7. dauðsfallið á þessu svæði á síðastliðnum 10 árum. Við erum alltaf harmislegin í fyrsta lagi og í öðru lagi þá langar okkur bara að hittast og ræða málin og við erum búin að setja upp fund þar sem við ætlum að tala saman hvað við erum að gera, hvernig er best að bregðast við. Mér finnst að blasa við að það þurfi að gera eitthvað og frekar að taka stærri skref heldur en minni núna. Það hefur verið boðað fundur núna strax eftir Vesturlandshelgina þar sem að landeigendur, lögreglan og ferðamálastofa munu koma saman og ræða þetta. Það sem að mér finnst þurfa að skoða, það eru þessi svokölluðu þessi stuðlar sem eru verið að stíðast við þegar þessi ljós sem við sjáum var aftan okkur er annarkvort græn, gul eða rauð. Mér finnst tilefni þess að lækka þennan stuðul þannig að það er oftar á rautt og svo í annars stað finnst mér svona þrátt fyrir að ég sé almennt ekki talsmaður lokana á ferðamannastöðum að meðan ljósið er rautt að þá sé einfaldlega lokuð ströndin. Þannig að fólk komist ekki hérna niður að þennan stað, það sem útsogið er sem mest þarna niður við klettabeltið. Það mannað eftirlit hérna á meðan aðstæður eru hvað verstar? Já, það er útfærsluatriði hvernig það verður útfært en þetta er þá vettvangi landeigenda og lögreglu. Þannig voru viðvörunarljósin í gær gul þrátt fyrir að aðstæður væru augljóslega slæmar, rétt undir mörkum þess sem þarf til að ljósin verði rauð. Þyrla Landhelgisgæslunnar tók á loft 26 mínútum eftir að útkall barst. Þyrlu áhafnir ganga bakvaktir og í skriflegu svari frá gæslunni segir að brugðist hafi verið við vel innan þeirra tímamarka sem gæslan hefur. Almannavarnir segja að margt hafi verið gert til að bæta öryggi en að alltaf megi gera betur. Við erum að nota okkur þá alla þá tækni og möguleika sem við höfum í dag til þess að leiðbeina fólki án þess að vera hreinlega með bara mannað eftirlit þarna á svæðinu. Ég komi veg fyrir að fólk fara eitthvað. Hvað býstu við að verði gert og hvað er hægt að gera betur? Já, nú munum við fara bara eins betur ofan í þessar upplýsingar sem við erum að veita þarna á svæðinu, hvort við getum gert það skýrari og betri þannig að við náum meira til fólks. Við settum upp þessi skilti árið 2022 og þau hafa alveg skilað okkur töluverðum árangur tel ég. Því að þó að þetta hræðilega slys hafi gerst í gær sem er náttúrulega alveg óhugnalegt að þá erum við samt búin að vera slysalaus síðan 2022 þarna á þessu svæði. Varnarmálaráðherra Ísraels, Ben Gvir, segir að Ísrael eigi að hernema alla Gazaströndina og lýsa yfir fullveldi þar. Ráðherrann sagði þetta eftir að hann leiddi bænagöngu að Al-Aqsa moskunni í austurhluta Jerúsalem. Talið er að minnst 2000 manns hafi fylgt honum þangað en áralangt samkomulag staðinn felur í sér að aðeins múslimar megi biðja við moskuna. Stjórnvöld í Jórdaníu sem fara með stjórn á þessu svæði hafa fordæmt leiðangur Ben Gvirs.
סרטוני הזוועה של החמאס באים על רקע דבר אחד, הניסיון שלהם ליצור לחץ על מדינת ישראל. ואני אומר דווקא מכאן, מהר הבית, המקום בו הוכחנו שאפשר לעשות ריבונות ומשילות. דווקא מכאן צריך להעביר מסר ולדאוג שכבר היום כובשים את כל רצועת עזה, מכריזים ריבונות בכל רצועת עזה, מורידים כל חמאסניק ומעודדים הגירה מרצון. רק בצורה הזאת אנחנו נחזיר את החטופים. Björn Mölquist, varnarmálaráðherra var með þess að ögra Palestínumönnum, Jórdanum og fleirum. Hvað gengur honum til? Sko ég held að sé augljóst að hann að svara einhverju leyti þessari umræðu sem hefur verið síðustu daga stöðu Palestínu og yfirlýsingar nokkurra ríkja þar með Bretlands og Frakklands að viðurkenna fullveldi Palestínu. Það eru auðvitað þyrnir í augum Ísraela. Ben Gvir lengst til hægri í ísraelskum stjórnmálum og talar máli hreyfinga á hægri kantinum. Og Hamas-samtökin hafna tillögum að leggja niður vopn til að greiða fyrir þessu. Já, þau listu því yfir í gærkvöld að það kemur ekki til greina svo lengi sem að hernám Ísraela stæði yfir, en það sem að gera þetta hins vegar áhugavert er að 22 ríki Arababandalagsins eru nýbúin að hvetja Hamas til að gera einmitt það að leggja niður vopn. Akkurat, og það er að birtast núna fréttir einhvers konar heildarsamkomulag að ná friði. Já, það eru mjög óljósar fréttir drauga slíku samkomulagi sem að Bandaríkjamenn og Ísrael eru víst að vinna sem að fela í sér að öllum lifandi skýslum verði sleppt, Hamas leggja niður vopn og þar með muni árásum Ísrael að linna á Gaza. Þetta líka endurspeglar kannski aukinn þrýsting alþjóðasamfélagsins af stjórnvöld í Ísrael og líka þrýsting heima fyrir á það að ná gíslurum tilbaka. Við sáum mynd af einum þeirra í gær sem að Ben Gvir var einmitt að vísa í þessu viðtali og það vakti hörð viðbrögð. Það talaði að 20 þeirra séu ennþá á lífi en það er margt á huldu með þetta mögulega samkomulag og allsendis óvíst að það náist. Og sama tíma halda árásirnar áfram á Gaza. Já, svo sannarlega. Það er ekkert lát á þeim. Við erum að horfa núna á myndir af höfuðstöðum Rauða hálfmánans á Gaza sem er í raun Rauði krossinn. Þarna var einn starfsmaður drepinn segja samtökin í gær og nokkrir særðir. Það voru loftárásir víða á Gaza í nótt og vísbendingar að tugir hafi verið drepin þar síðustu klukkutímana og í gær og í nótt. Á sama tíma á Ísraelar virðast vera að einhverju leyti að liðka fyrir sendingar hjálpargagna inn á Gaza sem er jú ekki vanþörf á. Þarna deyr fólk úr hungri á hverju meinasta degi. Akkurat. Björn Mölquist, takk fyrir komuna, við fylgjumst áfram með þessu mál. Hingað heim. Barn fæddist í bíl á ferð í miðjum Hvalfjarðargöngunum í síðustu viku. Faðirinn reyndi að taka á móti drengnum með annarri hendi á meðan hann hélt í stýrið með hinni. Þau Harpa Marín og Páll Steinar búa í Mosfellsbæ. Þau höfðu ákveðið að eiga son sinn á Heilbrigðisstofnun Vesturlands á Akranesi, þar sem aksturinn þangað er álíka langur á Landspítalann. Barnið lét bíða eftir sér og á mánudagsmorgun héldu þau á Skagann til að koma fæðingunni af stað. En lét barnið bíða eftir sér og þau ákváðu að fara heim og láta tímann líða. Þau voru á leið út í göngutúr þegar Harpa missti vatnið. Þau höfðu samband við spítalann á Akranesi og fljótlega var ljóst að stutt var í barnið. Og bara eiginlega leið og við erum komin út í bíl þá bara byrjar þetta alveg á fullu sko. Það var svona fæ ég bara hríðar með pásum og svo þegar við komum á göngunum þá man ég segja við þau, hvað er pásan mín? Og þá var það bara í alvörunni, bara þvílíkir verkir. Þegar þau voru nýkomin inn í Hvalfjarðargöngin hringdi Páll Steinar í ljósmóðurina. Og læt vita að þurfi nú að vera bara eitthvað tilbúin með hjólastól í andurinu því að svona miðað við bara stutt á milli að þá grunaði mig að það væri nú ekki langt í þetta. Svo bara í sömu andrá sko þegar ég er að tala við hana þá bara byrjar Harpa að fara úr buxunum og ég horfi bara niður og bara hvað er að gerast og Harpa spyr hana frekar hátt hvort að hún megi rembast og ljósmaðurinn hún var sko sallaróleg. Það væri betra að hún myndi bíða. En það var ekki valmöguleiki. Svo lít ég bara niður og þá sé ég bara í kollin á drengnum. Ég held í stýri með vinstri, tek utan um kollin með hægri, svo kemur restin á honum og Harpa, þú er að taka við honum. Já, ég tek við honum og þá verður maður bara að pæla hvort að hann sé ekki anda og allt það og þú veist, maður fyrir grætur alveg leið sem betur fer. Svo keyrum við upp úr göngunum bara og frekar fljótlega og erum svolítið að jafna okkur. Það fer alltaf bara í einhverja leiðslu sko, þannig að
þetta alveg bara, leiðum við bara að fatta, hann er á lífi, þetta allt í góðu, þá man ég horfi bara á hann og við bara, hvað gerðist? Þetta var svo skrítið. Drengurinn kom í heiminn 6:01, hálftíma eftir að Harpa missti vatnið. Ljósmóðurinn sem var enn í símanum hafði sendt sjúkrabíl á móti þeim. En þar sem þau voru komin langleiðina og drengurinn enn fastur við Hörpu með naflastrengnum, keyrðu þau alla leið á spítalann þar sem vel var tekið á móti þeim. Sjúkraflutningamennirnir, þeir spurðu, tekur þú heiðurinn á þessu? Hvoru megin í göngunum var þetta? Þeir voru bara að spá hvort þetta getur tileinka, að þetta væri skagamaður eða ekki, sko. Við höfum ekki hugmynd um það. Þetta var nokkurn veginn í miðjum göngunum, þannig að... Það sé ekki bara bæði? Já, hann er ykkur kvalfyrringur bara. Drengurinn fæddist 16 merkur og 52 sentimetrar og foreldrarnir segja að eftir á að hyggja sé raunar gaman að eiga svona ótrúlega reynslu. Þó þau mæli ekki með að neitt leiki þetta eftir. En mér skilst að þetta sé eina barni í Hvalfjarðargöngunum allavega, mögulega svona einu undir sjávarmáli allavega á Íslandi. Og foreldrarnir hafa þegar fengið uppástungur af nafni fyrir drenginn. Hann er ekki komið nafn, hann mun ekki heita Hvalfjörður allavega. Nei. Meira verðandi mæðrum því konur geta nú keypt sérstaka meðgöngutryggingu. Þetta er í fyrsta sinn sem tryggingafélag á Íslandi býður upp á slíka tryggingu. Formaður Ljósmæðrafélags Íslands gagnrýnir að markaðssetningu sé beint að konum í viðkvæmri stöðu. Í lýsingu meðgöngutryggingarinnar segir að henni sé ætlað að veita verðandi foreldrum hugarró og fjárhagslegan stuðning ef eitthvað kemur upp á. Og ekki er gerð krafa heilsufarsmat þegar tryggingin er keypt. Tryggingin gildir frá 17. viku meðgöngu og út fyrsta mánuðin eftir fæðingadag barns og tryggingafélagið listar upp sjúkdóma sem hún nær yfir. Það mælir með því að konur kaupi sér sérstaka barnatryggingu í kjölfarið. Það vekur þó athygli að í skilmálum tryggingafélaga segir að öll börn frá 3 mánaða til 18 ára séu vátryggð í gegnum tryggingar foreldra sinna. Og spurningar hafa vaknað siðferði þess að beina markaðssetningu af þessu tagi að konum í viðkvæmri stöðu. Fjölskyldur sem eiga von á barni, að þetta er viðkvæmur hópur og all svona markaðssetning sem beinist að þeim er auðveld af því að fólk vill standa sig vel í foreldrahlutverkinu. Fólk vill gera alltaf besta fyrir börnin sín. Það er alltaf umhugsunarvert að vera markaðssetja vörur sem beinast að þeim sem eru kannski óþarfar. Sambarileg trygging hefur verið í boði í Svíþjóð frá 1990 og þar tryggja 85% kvenna sig á þennan hátt. Í Danmörku er hlutfall þeirra sem kaupa sér trygginguna hins vegar mun lægra 10%. Ástæðan er sú að danska almannatryggingakerfið veitir konum alla nauðsynlega vernd á meðgöngu. Svipuð staða er hér á landi, þótt almennar sjúkdómatryggingar nái ekki yfir meðgöngu, þá eru konur vel tryggðar í almannatryggingakerfinu. Með erfiðustu tilfellin að þá voru komið lög sorgarleyfi 22 og það er að grípa foreldra með fósturmissi alveg frá 18. viku og við andvanafæðingu frá 22. viku. Þannig að kerfið á í raun og veru að dekka okkur öll. Þá að öðru. Stórt og mikið öskugos er hafið í Krasjeninikov eldfjallinu á Kamtjatka-skaganum í austurhluta Rússlands. Þetta er í fyrsta skipti sem fjallið gýs í 600 ár. Gosið hófst snemma í morgun og jarðvísindamenn telja það sé samhengi milli þessara eldsumbrota og jarðskjálftans mikla sem reið yfir fyrir nokkrum dögum. Engin hætta er talin stafa af þessu gosi. Krasjeninikov er eitt af 8 virkum eldfjöllum á Kamtjatka-skaganum. Verslunarmannahelgin nær hámarki í kvöld. Hátíðahöldin hafa mestu farið vel fram en þó er tilkynnt nokkrar líkamsárásir í nótt. Í Vestmannaeyjum hefur veðrið verið að batna eftir hvellin á föstudag og þjóðhátíðargestir hafa ekki látið svolitla rigningu á sig fá. Okay. Rjúkandi bolli á strönd, ég renna uppgöta lönd. Miðar fara hægt, bransin í lægð, ekki hjá herra hnettu smjör. Ferskur úr tónleikaröð, Tix þurft að setja upp röð. Það á bara að njóta þess að vera í brekkunni, bara syngja með hverju einasta lagi og bara njóta þess að vera í Eyjum. Þetta er bara besta sem ég hef upplifað, sko. Þetta er bara æðislegt. Gæti ekki verið betra. Og er það gaman? Já, veistu, Elli spáði alveg sól í dag, sko. Bara hjartans þakkir. Hvað er við þjóðutíð? Það er skemmtilegt. Bara regnið og vindurinn
orðið skemmtilegu þjóðum. Tjaldið mitt stendur. Og fólk á öllum aldri skemmti sér í Herjólfsdal í gær. Lögreglan í Eyjum hafði í nógu að snúast vegna ölvunar og tilkynnt var 3 líkamsárásir. En flestir voru hins vegar í góðum gír. Í hugum margra sunnudagskvöldi á þjóðhátíð heilagt. Þau líka snemma heim. Ég er bara að býða þetta einhvern teknotjaldið opnar sko. Sunnudagur og aðaldagur. Við viljum ekki brenna allar brýr fyrir á sunnudaginn. Og þegar rigningin tók við eftir flugeldasýninguna, þá var gott að flýja inn í minnsta hvíta tjaldið í dalnum, fá sér heitt kakó, kíkja í bakgarðinn og heyra hvað heimafólki er að gera. Langa nætur, ljósa, kalda daga hef ég leitað. Það mannsins saga fundið aðeins. Já, á austan- og norðanverðu hefur veðrið leikið við hátíðargesti helgina. Á næsta flugi í Neskaupstað hófst dagurinn með dorgveiðikeppni í sól og blíðu. Ég ætla ekki að taka hann. Ég er búin að veiða 2 fiska og ég held að það sé allt út af við fengum svona mægis hjá vinkonu minni. Hvað, notarðu mægiskot sem beitu? Já, það bara, ég vissi ekki að það myndi virka. Hann er nú ekki stór. Ætlarðu svo að borða hann? Kannski. Ég veit ekki. Viltu kissa hann? Nei. Ekki fara, komdu. Ég halda honum heldur. Nei, ok. Og það var nóg annað að vera í Neskaupstað. Fram af degi var dagskráin aðalega ætluð yngstu kynslóðinni. Hoppukastalarnir voru vinsælir, Elsár Frozen steig á svið og hjólagengið BMX Bro sýndu listir sínar. Hátíðin nær svo hápunkti í kvöld með stórtónleikum og flugeldasýningu. Lögregla segir að hingað til hafi umferð gengið vel fyrir austan og engin alvarleg atvik komið upp. En það var nokkuð erilsamt hjá lögreglunni á Norðurlandi eystra í gær. Hátíðin ein með öllur í fullum gangi á Akureyri og umferð hefur verið þung í og við bæinn. Þar var talsvert af umferðarmálum, hraðakstur, akstur án ökuréttinda og ölvunarakstur. Þá er lögregla með 2 líkamsárásir til rannsóknar eftir nóttina, en segir að hátíðin hafi farið vel fram að öðru leyti. Veðrið lék við gesti í miðbænum í dag og tívolíið vakti mikla lukku. Í kvöld eru svo sparitónleikar á Akureyrarvelli og hátíðinni líkur með stórri flugeldasýningu. Forsetinn skipar 3 daga vakt, kafteinninn heimtar 3 daga vakt, ríkisstjórnin setur 3 daga vakt, þjóðin tekur þátt í 3 daga vakt, löggan þarf að manna 3 daga vakt, vælarinn kvartar undan 3 daga vakt. Já, fólk hefur komið saman víðar en hér á Íslandi. Því næstum 1 milljón ungmenni sóttu útihátíð kaþólsku kirkjunnar sem haldin var í Róm í gær. En hún er hluti af hátíðahöldum sem standa allt þetta ár og fram á það næsta. Búist er við að 20 milljóna kaþólika komi til Rómar áður en þeim lýkur í janúar. Leo Páfi sótti samkomuna heim í gær og myndi gesti á hörmungar sem jafnaldrar þeirra ganga í gegnum á Gaza, í Úkraínu og víðar. My young brothers and sisters, you are the sign that a different world is possible. A world of fraternity and friendship, where conflicts are not resolved with weapons, but with dialogue. Aftur hingað heim og þá að veðri. Lægðin sem hefur stýrt veðrinu helgina er stödd rétt vestur af Vestfjörðum og grynnist heldur. Í kvöld og í nótt dregur smám saman úr vindi og vætu á sunnan- og vestanverðu landinu. Á morgun er útlit fyrir suðvestan 3 til 8 metra, skýjað verður með köflum og dálitlar skúrir á víð og dreif. Hiti á bilinu 10 til 20 stig, áfram hlýjast á Norðausturlandi. Við förum nánar yfir veðurhorfur að loknum íþróttafréttum. Karlalandslið Íslands í körfubolta tapaði gegn Póllandi á 4 landa æfingamóti á Ítalíu í dag. Greg Petersen þjálfari hvíldi nánast allt byrjunarlið Íslands sem spilaði gegn Ítalíu í gær. Breiðablik og Víkingur gátu bæði komist upp fyrir Való á topp bestu deildarinnar í dag. Breiðablik tók á móti KA og Víkingur sótti FH heim. Æfingar og loka undirbúningur heimsmeistaramóts íslenska hestsins er í fullum gangi í Sviss. Mótið hefst á þriðjudag. Þetta og fleira í íþróttum.
Þá skulum við fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Ferðamálastjóri vill að hluta Reynisfjöru verði lokað þegar aðstæður eru hættulegar. Taka þurfi stærri skref en minni. 9 ára þýsk stúlka drukknaði í sjónum við fjöruna í gær. Ísrael ætti að hernema alla Gasaströndina og lýsa þar yfir fullveldi, sagði varnarmálaráðherra Ísraels í dag. Litið á yfirlýsingu ráðherrans sem svar við áformum Evrópuríkja að viðurkenna sjálfstæði Palestínu. Honum lá svolítið á að koma í heiminn, drengnum sem fæddist í Hvalfjarðargöngunum og dögunum. Foreldrarnir eru vissir að hann sé fyrsta íslenska barnið sem fæðist undir sjávarmáli. Hátíðarhöld verslunarmannahelgarinnar hafa mestu farið vel fram. Veðrið lék við hátíðargesti norðan og austanlands í dag og í Vestmannaeyjum var gleðin við völd. Fréttatíminn á enda. Við verðum næst á ferðinni í útvarpinu klukkan 10 og svo minnum við á rúv.is sem uppfærður allan sólarhringinn. Við kveðjum ykkur með myndum af bústnum humlum sem gæddu sér á hunangslegi við kirkjuna á Eiðum á dögunum. Það var Hjalti Stefánsson sem tók þessar myndir. Verið sæl.